Nú erum við staddir hérna á Reykjum og Skeiðum og nú er eiginlega þekkt að hér á sínum tíma hefst sandgræðsla á Íslandi. Mikil veður sem að höfðu áhrif í raun og veru á vöxt og viðgang manna hér í þessum húsum. Bærinn fluttist tvisvar, þrisvar og menn sjá það núna í seinni tíð að þeir ætla náttúrulega að rækta upp trjágróður til þess að skýla öllum grassvexti og öðrum vexti á þeim jurtum sem verið að framleiða. Hvenær hefst ræktunin hér á Reykjum? Á Skjólbeltum? Skjólbeltum og trjárækt, skjólbeltum. Það byrja nú fyrir mína tíð sko. Ég er fæddur 1989. Það var nú eitthvað byrjað og svona forfeður kynslóðina undan mér og hún leyfði mér að segja grettistæki í því að koma niður Skjólbeltum hérna út um allt. Fleiri tugir kílómetra sem hefur búið að setja niður af mestmegnis blönduðum beltum, Víði og Ösp saman. Mín kynslóð við blótum Víðinum og ég veit að forfeðurnir gera það líka. Hann hefur ekki staðið sig sem skildi en Öspin þeim mun betur og Víðirinn hann er farin að brotna og það er eiginlega öll svona gresjunavinnan hjá okkur núna og hún er eiginlega bundin við Víðinn. Svona það sem verður eitthvað tjón, hann brotnar og leggst á girðingar og hann er bara búinn með sinn líftíma og búinn að skila sínu í rauninni. Það sem að, já, þetta var svona ræktun að plöntun á tímabilinu því í rauninni líkur í kringum aldamótin. Ég man svona aðeins óljóst eftir seinustu beltunum sem hafa verið að setja niður meðfram túnum og hérna heima við bæina. En síðan þá er þetta bara búið að snúast við að núna erum við bara farin að gresja úr og hreinsa sko. Og jafnvel að fjarlæga belti sem eru bara búin með sinn líftíma sko. Nú sér maður hérna þegar maður keyrir hérna heim að Reykjum, hérna þríbíl og það verðast allir vera með einhverja ræktun í gangi á Skjólbeltum. Hefur þetta haft svona jákvæð áhrif milli bæja eða hvernig hefur þetta virkað hjá ykkur? Þú voru bara allir á staðið að byrjaði ykkur og Ég þekki nú ekki þá sem nákvæmlega hver átti fyrstu hugmyndina. Það allavega bara fór allir á stað svona þegar þetta var farið að sýna fram á ágæti sitt þá fóru bara allir á stað í þetta hérna á þessum þremur bæjum. Og ég held að sjá enginn eftir því. Þetta hefur alveg tvímælalaust skilað sér í bættum ræktunarskilyrðum fyrir bæði plöntur og náttúrulega ekki síst bara ásýndin þetta bætir ásýndina á bænum, þetta er skjól fyrir skepnur og veður, sko það getur verið miklu verra veður hérna á bæjunum í kringum okkur en við finnum ekki mikið fyrir því. Þetta er ótrúlega margir kostir við þetta sko. Sérðu mikil mun á uppskeru á túnum sem eru vel skýlt eða þeim sem eru á opnara svæði? Já, sérstaklega svona beitarstykkjum og svoleiðis, maður sér að þau eru fljótari að taka við sér á vorin. Og móti kemur að snjórinn situr aðeins lengur næst Skjólbeltunum en það er ótrúlega fljótt að það hefur ekki áhrif inn í uppskerutímann sko. Þau taka við sér hraðar þegar þau fara svona af stað á annað borð, finnst mér sko. Það er svona mín tilfinning allavega. Og það er engin svona önnur stór vandamál með þessi belti nema auðvitað þau eldast ekki sagt og það þarf að hirða þau? Það þarf að hirða þau. Maður má ekki gleyma því. Það er mjög mikilvægt að hirða þau og vera óhræddur við að gresja úr líka þegar þau eru farin að þéttast eins og belti sem við stöndum hérna við að það voru sko að mig minnir 2 aspir á milli en það eru samt búin að ná að loka sér þrátt fyrir það. Þær eru ótrúlega fljótar að stækka krúnuna og bara loka og mynda skjól aftur. En þetta er þá ekki bara samúð með bara alla ræktun? Ef maður sinnir henni þá bara nýtur maður ávextina? Já, þetta er klísi af einhverju ástæði. Það er eitthvað til í því. Það verður að sinna þessu eins og öll öðru. Ef þú myndir byrja í dag aftur, ef að þú hefðir núna jörð þar sem að engin belti væru og þú ætlaðir að skjólbelta upp þitt land til áframhaldandi búsetu hvað myndir þú gera öðruvísi? Ég myndi hafa minna af Víði og ég held mér heyrist flestir vera
búin að svona vilja minna af honum í þessum beltum. Já, ég myndi svona leggja höfuðáherslu á öspina og svo í rauninni planta inn á milli aftur til þess að fá lægra skjólið, sko. Einhverjum öðrum tegundum, einhverjum svona lágvaxnari tegundum. Berjarunnur og annan, eru þeir alveg inn? Ég myndi alveg mæla með þeim. Þeir setja svona skemmtilegan svip á beltin og skila alveg góðu skjóli líka, sko. Svona... Geturðu sagt þetta ég myndi mæla með berjarunnum? Já. Það er auðvitað að klippa það? Já. Ef ég var að byrja í dag þá myndi ég hygglust mæla með að setja lægri runna eins og berjarunna inn á milli. Það skila bæði svo skemmtilegri ásýnd og berjum og líka skila alveg góðu skjóli, svona lægra skjóli því aðspyrnar þær verða náttúrulega svo svakalega háar. Hvað með síkret? Ég hef ekki mikla skoðun á því, satt það að segja. En já, það getur alveg, þetta er líka bara hvernig er aðstæðar og hvernig stað, sko. Maður verður aðeins að spá í því, hvernig er hitastig og vindátt og þar fram eftir götunum, sko. Sérðu eitthvað mun á milli aspategundana sem eru á þessum svæðum? Eru það misblossrekar eða? Já, maður tekur kannski mest eftir því hérna í beltinu sem er hérna meðfram heimreiðinni að keisaraöspina, hún er svona belg meiri, að krúnan er stærri og mér finnst hún fallegri. En svona út frá praktískum sjónarmiðum er hún að skýla betur. Ég skal ekki segja, sko. En Ekkert meira fyrir þér? nei, alls ekki, sko. En aðra tegundir eins og reyniviður og svoleiðis, er það eitthvað sem maður mætti vera líka meira með? Já, hann hefur allavega staðið sig vel. Reyniviðurinn hefur staðið sig vel hérna. Ég held að hann sé alveg tegund sem er hægt að nota alveg klárlega. En almennt eru þið ekki að sinna beltu með það, nema það þegar þau eru að falla til, nema kannski eitthvað sem að dekur heim við hús. Nei, þau eru orðin það gömul hérna skjólbeltin í okkur að svona umhirðan í kringu þau núna snýst fyrst og fremst að grisja úr þeim og fjarlæga tré sem hafa brotnað. Það er nú alveg farið að gerast núna að í verstu veðrum að þá brotna stök tré, sko. Og það er eitt af vorverkunum að það er að fara út með keðjusögina og grisja úr, hreinsa þetta í burtu. Setið þið ykkur nýtrið í staðinn fyrir það sem fellur frá? Við höfum ekki gert það. Beltin hafa bara náð að þétta sig í sárunum, sko. Víðast hvar. Kannski síst þar sem að víðirinn hefur brotnað, sko. Þar er yfirleitt bara sár eftir. Varðandi skipulagbeltuna, ráðinur og svoleiðis, hvað réði því? Var það skurðarlega eða var það, ég meina, voru þið sár á túnin að fórna þeim undir belti? Hefur þið gert þetta öðruvísi? Hefur þú gert þetta öðruvísi? Kannski ekki rétt spurningin. Ég náttúrulega var bara smá poli, sko. Hefði átt að gera þetta öðruvísi kannski? Ég hef ekki rekið mig á þá hugsun að þetta hefði nátt að vera öðruvísi. En ég held að það hefði tekist mjög vel til með skipulagi hérna, sko. Aðalbeltin er í kringum þar sem skepnur ganga á tún. Og svo líka meðfram ökrónum, sko, eða túnum sem eru slegin. En svona kjarninn af beltunum er hérna nær bænum þar sem að skepnum þar hafa njóta góðs af því. Og túnin náttúrulega líka. Skiptir máli hvernig beltin snúa? Örugglega. Það hlýtur að vera. En ég sé ekki mikinn mun á því hvort þau eru norður-suður eða austur-vestur, hvort að þau brotna meira eða minna eða neitt svoleiðis, sko. Ekki allavega svona í fljótu bragði. Eru þið góði? Eitthvað sem þú vilt bæta við? Það held ég bara ekki. Jú, hvað myndirðu ráðleggja þeim sem er að velta fyrir sér hvort hann eigi að nýta sér skjólbeltarækt til þess að gera búið sitt
byggilegra eða bara betra. Myndirðu ráðleggja þeim eitthvað sem að veltast í vafa hvort hann að fara í þetta og hvað myndirðu segja það? Sko, nú það aðstæður bænda rosalega misjafnar bara með tilliti til hvaða skepnur á staðnum og þess aftar og ég veit alveg að það hefur svona verið að sauðfjárbændur hafa ekkert verið mjög þeim finnst þetta tilgangslaust að setja niður plöntu því að kindurnar þær vaði yfir þetta og tína þetta upp og ég veit ekki hvað en ef það vel að þessu staðið þá skilar þetta sér alveg klárlega tilbaka. Ef það girt í kringum skjólbeltin, vel hugsað þetta er vel skipulagt að þá bæði njóta þeir sem að búa þarna núna og þeir sem svo koma seinna, þeir njóta tvímælalaust góðs af þessu. Bæði fyrir ræktunina, fyrir ásýndina sem skiptir máli og bara manni líður bara betur í kringum skepnur. Nei, ekki í kringum skepnur, manni líður betur í kringum skó og plöntur. Það er bara margsannað. Bara grænt umhverfi er gott fyrir mann. Mjög gott. Gott skjól og búskapur. Hérna var sem sagt ösp í þessu belti og veturinn 2022, ef ég man rétt, það fauk bara stakt tré en núna 2 árum seinna þá ætli sé ekki rétt meter á milli greinanna á öspunum sem stóðu henni næst. Þannig að þetta er ótrúlega fljótt að loka sér. Tekur merkilega stuttan tíma. Ef maður veit ekki að því þá eiginlega tekur maður ekki eftir því að hún sé farin. Búsett í Reykjavík. Já. Á Skeiðum. Já, ég ætti ekki að ljúga til starfs. Nei. Þá eru allavega komið það inn í. Vinur er nefnilega ótt að gefa mönnum skrítin eftirnöfn sem enginn kannast við. Þannig að nú erum við búin að ná því inn. Já. Ok, þannig að byrja. Katrín, nú er mikið af skjólbeltum á þinni jörð, Reykjahlíð. Hvað heldur þetta séu margir kílómetrar af skjólbeltum sem eru hér? Einhvern tíma verið búin að giska á 8 kílómetra. Ég veit ekki hvort það stenst. Hver er þið raun og veru svona hvatinn til þess að þið fóruð á stað í skjólbeltarækt á sínu tíma og mástu hvernig þetta var síðan byrjuð? Það er nú tölvöld langt síðan, en það var auðvitað Harpadís sem fór á stað með skjól á Skeiðin og að rækta hér skjólbelti. Og Sveinn var nú aðeins tregur á stað og kom í ljós að það var ágætt því að það byrjaði bara með Alaskavíðir, hreinbelti sem endurstutt og ultu. Þannig að þegar við byrjum að þá er Alaskavíðir og Alaskaösp nánast allsráðandi, reyndar aðrar víðitegundur líka en fyrstu beltin voru svona. Voru þetta 1 eða 2 raða belti almennt? Þetta voru 2 raða belti til að byrja með og seinni tíma beltin höfum við sett einföld aspabelti. Nú er þetta orðið kannski hátt í 30 ár síðan þið byrjuðu í þessu. Jú. Hvernig hafa þau ennst beltin? Hafið þið verið að sinna þeim mikið? Hefur þurft mikla vinnu við þau? Öspin hefur ennst vel, en víðirinn hefur nú verið að hrella okkur. Sonurinn er með keðjusöguna öðru hverja ferðinni þegar þetta veltur á rafmagnskenninguna, en þetta þarf töluvert mikið viðhald víðirinn og við þyrftum eiginlega að saksa hann bara töluvert mikið niður og jafnvel losna við hann. Nýttu hann eitthvað? Við nýtum hann kannski í landgræðslu. Hann fer út á leirar, þar sem er blautt svæði og er nú svo sem að þorna upp og spretta upp sjálfsagður skógur. Ég hef aðeins farið með tréarna, plöntur litlar og sett. En þarna er þetta nýtt til þess að binda það sem er á floti, mikið vikur og vatn. Ef að þú myndir ætla að byrja í dag að setja upp skjólbelti á þinni jörð, myndirðu bara svipað af? Núna ætlum við að nota asparbelti algjörlega sem skjól. Við höfum, svo sem við erum í tilraunir, við fengum hérna það belti sem við sjáum þarna,
Það voru setja rifsplöntur og það kom rifsber fyrstu árin en svo bara óx þetta yfir höfuð rifsberrunnanna og ég var nú að reyna að klippa þetta frá en það gafst svo upp á því þannig að það dó nú allt saman til miður. Svo er skemmtilegt belti hérna út við veg, austur við veg, þar sem er körfuvíðir, hann nú reyndar afskaplega maðksækin greið og þar er rósir líka og það er mjög fallegt belti. Svona fjöltegundabelti, þarf að sinna þeim meira heldur en þessum einsleitu tegundum? Já, allavega körfuvíðum þarna sinnti ég mikið fyrstu árin en svo síðustu árin hefur hann bara plumað sig ágætlega, sloppið mikið við maðk. En fjölbreytileikinn í tegundum sem verið að nota, þú talar öspina, sérðu einhverja aðra tegundir, eitthvað svona larri tegundir sem að gæti orðið gamlar og ekki eins háar, eða viljið þið bara hafa mjög Við viljum hafa skjól fyrir ræktunina og skjól fyrir skepnurnar. Það er það sem skiptir máli og þetta skiptir gríðarlega miklu máli fyrir nautgripina sem er úti. Þetta hafa það úti alveg langt fram á vetur því að hérna eru skjólbelti sko alla vegu og þetta er svo margföld skjólbelti orðin að það er bara mjög gott skjól og þetta skiptir alveg gríðarlega miklu máli fyrir skepnurnar. En í ræktuninni, sérðu mikið mun á því þar sem að skjólbelti eru við tún og aðra akra hjá okkur, er mikill vaxtamunur? Já, það er sérstaklega, það er eitt stykki hérna, það er beint á móti Skálarsveginu, þið sjáu það er 2 belti hlið við hlið. Þar sprettur óskaplega vel og þar kemur ekki álftinn í kornið en hins vegar það þornar seint þannig að eini ókosturinn er eiginlega að það er erfitt að þurrka hálmarna en Ingvar Hersir hann er nú hættur að þurrka hey eiginlega stundum bara snýr hann valla þannig að honum er alveg saman þó að þorni illa. Það er einu ókosturinn sem hættur að sjá við þetta. En býtuðu nú talar álftina og skjólbelti, hvað var það? Álftin er þannig að hún þarf að hafa braut til þess að lenda og ef það eru skjólbelti þá þorir hún ekki niður og þetta höfum við reynt hérna út í heiði að hún þorir ekki jafn mikið niður eins og það sem eru skjólbelti. En hefur þetta einhver áhrif á gæsina þá? Jú, líka. En álftin er aðal plágan hérna, það er náttúrulega umtalið, það er 35 hektarar yfirleitt í korni hérna þannig að þetta skiptir verulegu máli að fá frið. Það eru ákveðnir 2 feðgar hérna sem verða alveg brjálegar á haustin þegar það gefur ekki til þess að þreskja en álftin er alveg ofboðslega grimm og hvorugur kann á byssu almennilega. Er hérna, já þetta var mjög gott hjá okkur, hérna... Þetta er að klippa þetta svo eitthvað. Já, þetta fyrir allt með. Hérna, í kornræktuninni, áhrif skjólbeltis þar, skiptir það miklu máli á svona opnu landi? Það skiptir máli, já, en það er spurning hvað þú vilt hafa þau þétt. En þetta skiptir máli, það sprettur allt betur þegar skjólbeltin eru. Við höfum alveg sannreynt það oft. Mér finnst þetta rosalega góður punktur með fuglana. Ég bara hoppa á hann, sko. Jú, hans meira hérna. Ef að þú verður að byrja í dag, eða, nei, er eitthvað varðandi þá ræktun sem að framfór á þessu skjólbeltum? Hefðirðu viljað gera eitthvað öðruvísi, byrja fyrr, byrja seinna? Er eitthvað svona sem að stendur hugsa í? Með þá þekkingu sem er í dag? Það er náttúrulega öll þessi asparkvæmi, sko, það er þessi munur eins og með asparriðið og það er með kannski útlitið á öspun líka. Þeir sjáu hérna heima hjá okkur þessi fínu keisarasfir frá Jóa í Hvammi sem eru mjög fallegar en það er kannski ekki alveg jafn góður í skjólbelti. Það eru þessi grannvöxnu spíru sem er ekkert fallegar og ekki jafn mikið skjól af. Það er orðið mjög mikil þekking í öspunum sem væri hægt að nýta mikið betur í dag. Er í raun og veru, hefðu menn átt að byrja fyrr ef við hefðum haft nóg af tegundum, hefðu menn átt að byrja fyrr að setja upp skjólbelti til þess að bæta lífsgæðin á þessum bæjum?
Já og nei, við höfðum bara ekki þessa þekkingu og eins og sagði áðan með Alaskavíðin sem að spratt óskaplega vel og var fallegur og leiti vel út en hann er ekki svo langlífur og veldur og er bara alveg ómögulegur. Þannig að þessi þekking sem hefur orðið til í þessari skjaldbeldaræktun á Skeiðum er mjög dýrmæt. Hefur trjárækt eða skjólbeltarækt á bænum breytt lífsgæðum? Ó já, hér var bara mjög erfitt heima á Hlaði. Við erum náttúrulega búin að planta alls konar trjám. Skjólbeltin sem eru margföldur, hérna er bara fínasta veður heima á Hlaði. Hann hlæja strák sem var hérna í vinnu og alltaf þegar hann kom út á veg aftur þá var vont veður og var allt í fína hérna heima. Og hann sagði hvað þetta munar óskaplega miklu. Bara hverjum degi þegar fann hann þetta. Maður sér það oft þegar maður keyrir hérna að þegar eitthvað er að vindi að þá leita kýrnar alltaf á vissan stað. Já, það gera það. Hefur þetta áhrif á nytina í tímum? Áreiðanlega. Og þetta hefur vöxt og þroska og vellíðan dýranna. Þetta er velferðarmál að hafa skjól fyrir gripi og því miður sér maður oft bara nautgripa og unga gripi jafnlega á berangri. En með þessu þá getum við verið með skjól fyrir gripina bara lungan á árinu. Við látum reyna á það. Já. Gjörðu svo vel. Ásmundur Lárusson, bóndi í Norðurgarði. Við erum stödd hérna inn á þinni landareign og hér er heilmikið af skjólbeltum hjá þér. Hvenær byrjaði þú að rækta skjólbeltið? Ég byrjaði 2001, þá setti ég fyrsta skjólbeltið og síðan tók ég nokkur ár þarna þar fljótlega eftir og núna fór ég aðeins í pásu sko og fór í skógræktarpásu. En er að byrja aftur núna, þannig að nú eru komnir 8,5 kílómetrar sko, af skjólbeltum og sum eru og þar af sem sagt tvöfalt og þrefalt og örlítið fjórfalt. Þannig að þetta eru kannski fleiri kílómetrar í sjálfu sér en. Og hvað hefur verið svona ríkjandi tegund í skjólbeltunum hjá þér? Í byrjunum voru það náttúrulega ösp og einhver víðir og en núna er ég bara farin að, núna í seinni árin þá hef ég bara verið með aspir. Þannig nú er ég farin að þurfa að losa mig við þessar víðutegundir sem eru á milli aspanna og ég hugsa að aspin hún þurfi ekkert svona mikið á þessu skjóla að halda. Þannig að núna er ég að prófa bara að setja ösp. Og hvað er þá langt á milli aspa hjá þér í svona röð? Við erum með þetta er ekki 1,5 metrar eða 2 metrar sem ég sér þið núna. Annars var ég með 2 metrar á milli og svo á milli var ég með víðistegundir. En núna er ég með þetta 2 metrar á milli. En nú ertu búinn að vera að rækta meira og minna frá 2001. Sérðu marga vankant á þeim beltum sem þú byrjaði með á sínum tíma? Myndirðu gera þetta öðruvísi í dag? Ekki nema bara að setja eingöngu ösp, það verði það eina sem ég. Nei, annars held ég að þau hafa nú bara verið. Sum reyndar hafa nú mistekist. Það hafa ekki komist upp. Svo kom þurrka, held ég aðalega. En reyndar komst fé í þær líka, það er nú verið svona svolítið vandræði að keppast við þær. Oft þurfti að pota plöntum aftur niður, það kom alveg og kippa þeim upp. En svona sjúkdómar eða annað í skjólbeltum, hefur það verið eitthvað vandræði? Nei, það hefur allavega ekkert plagað mig. Svona fjölbreytni og þegar þú talar um öspina, berjarunnar, eitthvað annað, eitthvað svona langlífari lauftré með, er það eitthvað sem geti verið? Ég var með það í byrjun sko og það er reyndar alveg flott með sko. Þetta öspin fer sko upp og
þessi þá þetta lokar það betur að neðan sko. Já. En svona í túnrækt þá ég svona mikið að horfa líka bara í hátré og fá svona lengra skjól inn á spildurnar. Nú erum við stödd hérna í Kornagri og þú ert nýbúinn að setja hérna niður nýtt belti, einhverja 200 metra. Hefur þetta einhver stór áhrif á kornræktina hjá þér? Það mun hafa það, já, þegar þetta er komið upp. Þetta verður, vonandi verður alltaf herra hitastig í kringum kornið. Síðan verður þetta orðið erfiðara fuglinn, gæsin sem er mikið fyrir korn. Hún henni er illa við svona lokuð rými. Hún sér ekki nógu vel að þá er ég að vonast til að það fæli hana frá. Þannig að þetta er þá, en á móti kemur ef maður er að hugsa að þurrka gras að þá náttúrulega er minna rok, en í mínum búskap sem er kúabúskapur þá heyrði maður svo mikið voti hvort sem er að það er ekki þörf á þessu þurra heyi eins og var. Þannig að ég sé ekki neitt því til fyrirstöðu að loka þess að bara nógu mikið með trjám. En þá akkurat í grasræktinni, sérðu mikið mun hvað vex mikið grasið eða er of mikið skuggja beltunum? Hvað finnst þér svona vaxtargetu nærri skjólbeltum? Það er alltaf meira gras þar. Það er alltaf meira gras? Já. Það er alveg áberandi meira sko. En þá svona snjósöfnun og annað, er þetta ekkert að tefja fyrir vorinu þá fyrir bændum? Sest mikið í kringu það? Já, gerir það náttúrulega. Það getur alveg verið svakalegir skaflar. Og maður þarf kannski að hugsa það ef maður er með þetta í svona, sérstaklega í landamerkjum og öðru. Ef maður ætlar að halda einhverjum gripum nálægt þá gæti náttúrulega komið 2-3 metra skaflar við tré. Þannig að maður þarf að huga fyrir í huga því að setja þetta kannski ekki á landamarkýringar ef þú ætlar að halda þínum skepnum á réttum stað, þar sem það á við. En sko snjórinn er nú alltaf farinn þegar maður þarf að fara í jarðvinnslu sko. Þannig að, það er sérstaklega kannski ef þetta er skjólbelti við braut sem maður ætlar að keyra eftir þá getur verið vandamál af því. Maður hefur alveg lent í því að vera með 3 metra skafl á braut sem maður notar allan veturinn sko. Þá þarf maður bara að vera með eitthvað plan við því eða gera þetta ekki svoleiðis. Einstaka sinnum heyrir maður að menn séu svona landsárir gagnvart skjólbeltum. Já, sko ég held maður græði svo mikið á því að fá betri meiri nýtingu á túnin hinn sem þetta er að skila sko. Og í rauninni, já, fer nú ekkert svo mikið einfalt skjólbelti, þú getur nú slegið ansi nærri því sko beggja megin frá, þannig að ef þú ert náttúrulega með tvöfalt þá er þetta aðeins að fórna meiru. En það er svona kannski freka meira sem ég myndi segja að það væri það að maður þarf eiginlega, ef maður ætlar að nýta túnin eitthvað sem fyrir beit, fyrir skepnur, þá kostar það að maður þarf að gera það alveg allt í kringum þetta. Þannig að maður þarf svona aðeins að hugsa það, ef maður er með að hugsa fyrir skepnur. Það er svona verið aðeins sem hefur stoppað hjá mér, en þannig að ég er náttúrulega bara komið ákveðin tún sem ég nýti fyrir skepnur. Þeim er ekki mjög skjólbelti þar. Til að þurfi ekki að gera það, sko, ef maður er með 2 kilometra skjólbelti þurfi að gera það sikkur megin við það síðan. Umhirða á þessum þá eldri beltum, er hún mikil? Hún er rauninni komin hjá mér, ég hef ekki eytt miklu tíma í það. En ég var aðeins að því núna að fella sko ónýta víðir sem var á milli. Ekki það hann tröfla, hann var nú alveg bara fann að læðast út á veg. Var fann að læðast út á veginn sem að skjólbelti var með og var farið að hamla veginum, þannig að ég fór í að taka þau niður. En nei, annars hef ég ekki eytt miklum tíma í það að laga skjólbeltin sko. Ef þú mættir byrja bara alveg upp á nýtt og maður er að byrja í dag og hefur svona öll tækifæri á að setja niður skjólbelti
eins og þér hentar og alla tegundir væri það rétt og sem hentaði, myndur þú gera þetta mikið öðruvísi heldur en þú gerðir í byrjun? Ekki nema það bara, nei, ekkert mikið öðruvísi sko. Ég var nú með 3-falt skjólbelti einhvern tímann og ég myndi svo sem ekkert vera mikið að því. Það er óþarlega mikið, 2-falt er fínt. Ég hef líka aðeins verið með einföld, það eru svona, 2-föld eru rosalega fín. Ég er aðeins svona að þróa mig aðeins að prófa meira einföldu, sjá hvernig þau koma. Með stykki hérna sem er bara með 70 metrar á milli. Og sem er hérna á þessu kollnagri sem er hérna fyrir aftan okkur. Þar eru ný skjólbelti sem eru með 70 metrar á milli. 70 metrar, það var svo sem bara tala sem að ég skipti stykkinu upp. Það er ekki nein heilu tala. En hefur þið viljað vera með fleiri belti á þessari jörð hjá þér? Já, ég hefði viljað vera löngu búinn að koma með fleiri beltum. Það er að gera þetta í byrjun búskapartíðar sinnar. En þeir sem eru svona velta fyrir sér á ég að setja upp skjólbelti, ég er að byrja með búskap á okkur jörð, er þetta eitthvað sem ég á að vera að horfa á eða á ég bara að sleppa þessu? Ég myndi absolutt horfa á þetta. Sem lýsir því að við erum náttúrulega að byrja í þessu aftur, eða svona meiri krafti. Og ég myndi gjarnan vilja vera með meira skjólbeltum. Sérstaklega ef maður auki kollræktina þá er þetta svo ofsalega gott fyrir hana. Svona einhver lykill eiginlega fyrir kollrækt á að skila betur? Já, það er eiginlega svolítið lykill hérna á þessu svæði hér. Það er svo gríðarlega mikið ágengi af gæsum og ált. Og ég veit nú ekki alveg hvort þetta virkar á áltina nú vel, en á gæsina klárlega. Áltin hræðist nú eiginlega ekki neitt orðið, sko. En þetta er ég að vonast til, og þar sem skjólbeltin er, þar er ekki fugl, sko. Ef ég var að fara í skjólbeltarækt, í stuttu máli, hvað þarf ég að hugsa um? Skipulag og svoleiðis. Bara fyrsta sem ég þarf að hugsa um sem bóndi. Sko það er náttúrulega eins og ég var búinn að segja, að vera með hugsa sko, ef þú ert með skepnur einhvers staðar og það er skjólbelti nærri því að snjósöfnun sem kemur við að þá fær ekki ringjan á kaf og þá getur þú mist skepnur, þannig að þú ert að hugsa fyrir því. Ef þú ert bara með tún sem þá er náttúrulega að vera með ýmist á skurðsköntum eða jafnvel í miðjum stykkjunum. En síðan er jarðvinnslan, sko, það er náttúrulega lykilatriði að plægja vel og tæta vel svo að það gangi vel að plasta. Það er algjört lykilatriði að vanda sig við það. Og ekki verra ef maður setur skít líka áður en maður plastar, eða sem sagt áður en maður tæta saman við. En ef maður er að gera þetta í túnum, kannski gömlum túnum sem er búin að fá skít í ára, þá hef ég nú ekkert verið endilega, og það er fyrir utan þegar maður er að dreifa skít, þá fer nú yfirleitt skítur inn á skjólbeltin, þannig að þau eru nú að fá skít sko reglulega. Þannig að þetta með skítin er kannski, það er alltaf plús, en sérstaklega að þú ert að setja skjólbelti þar sem í rýrulandi, þá náttúrulega er það alveg lykilatriði. En jarðvinnslan er mikið atriði fyrir plöstunina. Og plöstunin, er hún einhver lykill í þessari ræktun? Já, ég held svo nauðsynlegt að setja plast, sko. Grasinu nógu fljótt að koma þrátt fyrir það bara í gegnum gati sem að plantan fyrir í gegnum. Og síðan er nú alltaf að vera stríðamenn í alls konar fuglar og annað sem að koma og gata plastið, en það leið og plantan nær hérna einhver smá forskoti, þá er plastið búinn sína sitt, sko. Það þarf rauninni bara ekki að hanga nefn í 5 ár, þá er þetta orðið gott. Bara hanga í 5 ár, ekkert með sér. Já, það held ég. Hvað þú? Nei, ég er
Nei, ég ætla ekki að segja neitt. Já, sko nú hafa menn verið að nota ýmsar tegundir í skjólbelti og mér sé mismunandi klóna af sumum tegundum. Hvað er eiginlega það sem ræður því helst að menn eru með svona mismunandi tegundir trjá og klóna? Það má segja það sé bara til þess að ef að það kemur eitthvað upp á að það skemmist ekki allt beltið í einu ef það koma annarkort sjúkdómar eða frost á vitlausum tíma að það eyðileggist ekki alla plönturnar. Þess vegna er betra að blanda klónum og tegundum saman í belti. Og svo fer þetta náttúrulega líka bara eftir því hvað ertu að fara að gera, hvað á beltið að gera fyrir þig. Nú eru, eins og þú segir, beltið mismunandi, einföld, tvöföld, þreföld. Er eitthvað svona ein gerð af beltum meira notuð heldur en önnur á bændum? Sko, það fer náttúrulega bara ef það er verið að setja belti eins og svona í kornagrað, þá eru meira það að það séu notað bara einfaldar raðir og ákveðin þéttleiki þá á milli. Ef þú ert að skýla, láta skjólbelti taka til dæmis verstu áttina sem safnast mikill snjór, að þá kannski setur þú svolítið öflugt belti fyrst og svo mega þau þá vera einföld eða tvöföld sem taka við. Þá dreifist náttúrulega snjóalög, þá dreifast þau frekar jafnt yfir til túnin eða akrana eða það sem þú ert að skýla. Er svona sú tegund hér á Suðurlandi sem er mest notuð í skjólbelti, trjátegund? Já, áður fyrir voru það alls konar víðiklónar, bæði alaskavíðir og jörfavíðir, en öspin er langt mest notuð. Það er hægt að velja sér þar klóna bara fyrir tilefnið, og tilganginn sem á ná að þjóna og gríðarlega gott tré í skjólbelti. Undirbúningur fyrir gróðursetningu á skjólbeltum, er ekki alltaf bara einhver vinnuregla, hvernig það er gert? Það er bara vinnuregla það sem við mælum alltaf með og ég hef nú oft sagt við bændur að því meiri skít sem þú tímir undir skjólbelti að þeim er betri vöxtfærðu og öflugra skjólbelti, og það þarf náttúrulega að vanda þann undirbúning eins og bara í allri ræktun. Vanda til verka bæði það sem þú setur skítinn, hvernig þú tætir og plægir og plastar, og þá skilar það sér. Plasta menn alltaf? Ekki alveg alltaf, en alltaf þar sem er mikill grasvöxtur, þá bara er það nauðsynlegt. Svo að plönturnar komist upp. Hvað? Ég nefnilega því að ég hefði langað til að láta það segja plast einhvern tíma. Já. Spurðu mig bara þá aftur þetta, eða ekki? Þarf plast? Þarf alltaf plast. Já, þar sem er mikill grasvöxtur, þá er nauðsynlegt að nota plast til þess að plönturnar bara hreinlega komist upp úr grasinu og hafi þetta forskot. En auðvitað eru oft sett út skjólbelti í rýrara land þá til þess að skýla skepnum eða eitthvað svoleiðis og þá þarf ekkert alltaf að plasta. En skjólbelt og skjólbelti, þurfa skjólbelt alltaf að vera bein? Alls ekki, alls ekki. Skjólbelti geta verið bara í laginu eins og manni sýnist í raun og veru og það getur skilað oft miklu að setja, stundum eru einhverjar svona eyjur inn í túnum sem eru of grýttar eða eitthvað til þess að það sé hægt að jarðvinna það fyrir túnrækt.
fínt að planta bara í svoleiðissvæði og og skjólbelti mega bara stýrast af landinu. En þú þarft alltaf að hafa kannski bara í huga fyrir hver tilgangurinn með skjólbeltinu. Þannig að trjálundir geta líka verið hluti af skjólkerfinu sem þú ert að nýta á viðkomandi jörð. Algjörlega, algjörlega. Og ónýtt horn og svona, það er bara að gera planta í það líka og þannig að þetta getur verið alla vegana. Hvað er langt síðan að byrjaði svona skjólbeltarækt á Skeiðunum? Það eru líklega svona 30... Bara til byrjaðsetningur að segja skjólbeltarækt byrjaði. Já. Skjólbeltarækt á Skeiðum byrjaði með átaki sem var kallað skeiðaskjól. Það byrjaði sennilega fyrir einhverjum svona 30-35 árum síðan og það voru mjög margir bændur hérna á Skeiðum sem tóku þátt í þessu og lögðu út skjólbelti á sínum jörðum. En þá var mest notaður víðir og þessi belti eru því miður orðin mjög, þau eru farin að leggjast svolítið mikið á hliðina núna og já, þannig að við erum farin að nota öspina og aðrar trjátegundir miklu meira heldur en víðin svona í tún skjólbeltarækt. Er þetta jafn mikill áhugi að fara af stað með ný belti? Er að koma nýjir ræktendur eða eru gömlu ræktendurnir að bæta við sig meira? Það er nú svona upp og ofan en áhuginn á skjólbeltarækt held ég að sé hann gengur svona aðeins í bylgjum en ég veit ekki hvernig ég á að svara þessari spurningu sko. Einhvern veginn, mér finnst eru að koma inn nýjir eru nýjar jarðir að koma inn í skjólbeltaræktina eða eins og Ási núna aftur tekur hann kipp og fer að dundra út hérna nokkrum. Já, ég skal svara þessu aftur Fara menn af og hætta eða eru menn að vinna með þetta er svona svolítið, byrjum á því, eru menn þeir sem er búin að lengi í skjólbeltarækt, eru þeir að halda áfram að það er svo mikið ávinning, að þeir vilja meira og eru að koma nýjir sem að kaupa jarðir og koma inn á staðinn, Já. Talum frá. Já, það er þetta er svona aðeins upp og ofan hversu mikið er sett út af skjólbeltum á hverju ári en bændur oft taka kipp og leggja út nokkra kílómetra og svo taka þessi pásu, það kannski hentar ekki, þeir gera þetta samhliða því þeir eru að rækta upp túnin sín og en alltaf heyrir maður það sama, menn vildu óska þess að þeir hefðu verið duglegri við skjólbeltin fyrr af því að auðvitað þarf að bíða eftir þeim í smá tíma að þau fari að skila almennilegu en já, og svo eru kynslóðaskipti á bæjum og þá taka oft yngri kynslóðir við því að halda áfram að rækta skjólbeltin. Núna í seinni tíð hafa orðið kynslóðaskipti víða á bæjum, ungt fólk að taka við. Finnurðu aukinn áhuga á skógrækt, kolefnisbindingu? Já. Ég held að fólk sé mjög jákvætt fyrir því að hugsa þetta sem hluta af búskapnum, að binda kolefni og svæði sem er vel hægt að nota í samhliða notundi skógrækt eða skjólbeltarækt samhliða þeim búskap sem er á bænum. Að mér finnst vera svona vakning í því. Þú vilt segja lókum? Fyrstu orð til þeirra sem vilja fara í skjólbeltarækt? Það eiga
Þeir sem að velta fyrir sér að fara á stað í skjólbeltarækt, hvað eiga þeir að hafa fyrst og fremst í huga? Er að reyna að velja, á ég að fara í skjólbeltarækt eða á ég ekki að, hver er þessi mikla ávinningur? Hvað er svona fyrstu atriðin sem myndi benda á? Skoða bara í kringum sig, þar sem eru skjólbelti, tala við þá sem eiga skjólbelti. Til þess að sjá, fá það þá bara beint í æð, hverju skjólbelti er að skila í búskapnum í raun og veru. Og svo bara af stað, því að það er alveg tvímælalaust. Mjög mikill ávinningur í hvort sem þú ert að rækta korn eða túnin þín. Það er töluverður ávinningur í skjólbeltarækt. Umhirða á svona skjólbeltum, er hún mikil eða hvað? Ekki ef að það eru settar réttar tegundir. Þá er hægt að losna við umhirðu, en vissulega eins og bara gömlu beltin skjólbeltin í skeiðaskjólinu, það er komin bullandi umhirða á þau. Þau eru farin að leggjast og svona, þannig að við erum farin að raða þessu töluvert öðruvísi saman. Er þá verið að endurnýja í þessum gömlu beltum sem er að falla eða er menn að koma inn þá með nýjar plöntur inn í gömlu beltum? Já, menn eru að reyna það, að planta í það ösp eða greni og taka þau svo niður. Það er bara að vera nokkuð gott, sko. Takk fyrir mig. Þannig að við getum klippt þetta til alveg. Já, einmitt.